Action. Hérna skulum við líta á heildið frá 3 upp í 6. Við ætlum að skoða þessa reglu sem heitir skölunarregla fyrir heildið. Og fyrst ætlum við bara að skoða þetta fall hér. Við erum með fallreitið 1. Við ætlum bara að heilda frá 3 upp í 6. Og það er regla sem við kunnum með. Aðeins að mæla flatarmál rétthyrnings með grunnlínu 3 og hæðin 1 er útkemur 3. Við viljum tengja þessu og heilda frá 3 upp í 6. Og við skulum fyrst sleppa þessum þrýsti, þessum skölunarþrýsti. Athugum að þetta er fastafall, þannig ef við setjum hér f af 3x, við höfum að setja inn sjáðu r af x, en reglan rb, ra, f af x, er sama og r, og rx hér, heilda frá a upp í b. Og þegar f af x er fasti fyrir öll x, þá skiptir ekki máli hvernig við reynum að toga í fallið lárétt, fáum alltaf einn út. Þannig að við skoðum fyrst þetta hér. Heildum frá 1 upp í 2 á þessu grunnlína, sinnum hæð, og þá fáum við bara einingaferði. Og ef við notum skölunarþáttinn, þá fáum við 3. Þannig að þetta hér, tvennt gefur það sama. Við höfum sem sannprófa þessa reglu í tilvikinu þegar f er fastafall. Allt í lagi, skoðum þá þegar x er lína, við tökum einfalda línu með hallartölu 1. Við höfum að skoða f af x er x. Og við tekum upp línuna fyrir hvert eitt skref til hægri, förum við 1 upp. Þannig að tala með 1. Og svo reisum línuna og við höfum að heilda frá 3 upp í 6. Þarna frá 3 upp í 6. Og þá sleppt þessum hluta línuna. Og við getum reiknað þetta flatarmál á marga vegu svo sem. Við getum litið á þetta sem rétthyrning með grunnlínu 3 og hæð 3. Og þá fáum við 9 og svo er þetta þríhyrningur sem er sömu hæð og sömu grunnlínu. Þannig það er 9 deilt með 2. Eða við notum trapísureglu, þess tökum meðaltal af 6 og 3 og margföldum með grunnlínu. Nema hvað við fáum 27 aðir. Og hérna skulum við reikna út úr heildinu. Þegar við heildum x í veldinu 1, þá fáum við x í öðru á móti 2. Og setjum við heildispilið inn. Og svo metum við hér 6 í öðru 36 á móti 2. Setjum við þristinn inn, fáum 3 í öðru sem er 9 á móti 2 og svo fáum við 27 aðrir. Það passar með hefðbundna reikninga. Áður við fáum heildunina. En nú ætlum við að skoða þetta hérna. Nú ætlum við að nota þessa reglu. R er 3. Þannig heildunarbilið er bara frá 1 upp í 2, en ekki frá 3 upp í 6. En þá þurfum við að skala til fallið. Þannig að ef við þreföldum x og þjöppum við því saman. Við þjöppum þessari mynd saman. Og til þess að vega á móti þeirri þjöppun, þá stöðust það þrýst hér. Og myndin okkar verður núna, ef við teiknum mynd af þessari línu, 3x, þá fyrir, eitt skref til hægri, þá fyrir við 3 upp, hallartalið með 3. Og heildunarbilið frá 1 upp í 2, þannig við þurfum ekki að fara langt. En hérna fáum við fyrsta punktir 1,3 og svo fáum við aftur 1 til hægri 2 upp, fáum það punktir 2,6. Og það er ekki lengi verið að reikna flatarmál þessa rétthyrnings. Grunnlína sem hæð er þá 1 sem er 3 sem er 3 og þetta er þá helmingurinn af 3 aðrir. Þannig við fáum 3 pluss 3 aðrir sem eru 9 aðrir. En hérna vorum við að reikna án skölunarþáttarins og samkvæmt reglunni sem við erum bara að reyna að kynnast þá erum við að þrefalda. Og þá fáum við 3 9 27 aðrir, þannig að þessu ber saman.
Svo skulum við lokum skoða grunnfleipóðan x í öðru. Og við ætlum að heilda frá 0 og upp í 3. Þannig ég teikna fallritið, þetta er x í öðru. Ég set 0-inn, þá fæ ég 0,0 og ef ég set 3 inn, þá fæ ég 9. Og svo dreg ég fallritið á milli. Nú, ef við heildum x í öðru, þá fáum við x í þriðja á móti 3 og setjum við endapunktana, fáum 3 í þriðja á móti 3 og svo er 0 ekkert framlag. Svoleiðis að við fáum þá 9. Þannig að flatamálið hér yfir heildunarbilinu frá 0 upp í 3 undir fallritinu sem ákvarðast af 2 lóðréttum línum x jafnt 0 og x jafnt 3 er 9. Hérna erum við að nota reglu Cavalieri. Fyrir regluna. En við ætlum að prófa núna, ég skal skrifa hana bara. Við ætlum að prófa núna, sem sagt, við erum að prófa þessa reglu. R-A, R-E, f af x dx. R-ið kemur hér. Fáum f af rx dx og hér þurfum við líka r. Við erum búin að skoða þessa hlið, þannig að efri myndin nú ætlum við að skoða þessa hlið. Og r-ið er 3. Við ætlum að byrja að skoða þetta hér og við skoðum þá ef við þreföldum x-ið og þá 3x í öðru. Þannig að hann verður mikið brattari. En við höfum bara að heilda upp í 1. Þannig að við teiknum fallritið, hérna erum við 3x í öðru og það getum við að skrifa sem 9x í öðru. Þess að 3x allt í öðru, nota veldareglu 3 í öðru er 9, x í öðru, x í öðru. Og ef við heildum það nú bara beint, þá fáum við 3. Þess að 3x tek 9 út fyrir heildi frá línuleika heildisins og regla Cavalieri gefur okkur bara beint að þetta er 1/3, 9 það er 3. Ef við beitum þess á regluna, þess að við erum búin að án þess að hafa r-ið með hér, þá fengum við 3. Og ef við setjum r sem 3 hér, margföldum niðurstöðuna með 3, þá fáum við 9. Þannig að vinstri hlið reglunar ber við hægri, þeim ber saman jöfnunum. Og þetta var bara aðtúr með 3 einföldu föllum á skölunarreglu sem að verður síðan hjá okkur að innsetningar aðferð þegar við skoðum aðeins flottari tilvik. Fínt.